létu lífið þennan dag vegna þess að þau höfðu svikið í tafli. Svo að við skulum gæta okkar vinir að við sem teljum okkar vera kristin á efsta degi kemur í ljós hvað að Guð taki mark á okkar kristni sem við höfum í dag. Andi sannleikas opinberaði postulunum hið rétta eðli þessara hræsnara og refsidómur Guðs þvoði burt þennan flekk á hreinleika safnaðarins. Þannig hélt söfnurinn nokkurn veginn, eða hélst hann nokkurn veginn hreinn, meðan á ofsóknum að hendur honum var haldið uppi. En eftir að ofsóknunum linnti, tóku ýmsir trú sem ekki voru jafn einlægir og trúar sterkir. Og þá opnaðist Satan leið að smeygja sér inn í söfnuðinn. Er það mögulegt að Satan, höfuð óvinur Guðs og manna, fjandinn sjálfur, eigi möguleika á að smeygja sig inn í hinn kristna söfnuð, kristilega samfélag í gegnum okkur? Þið þurfum ekki annað en að lesa Guðs orð og þá sjáum að þetta gerðist á dögum apostalana. Í Mattheusarkafla, í 7. kafla, sami kafli og ég var að vitna í áðan, nema þetta eru versið 13 og 14, þar segir Drottinn: Gangið inn þrönga hliðið, því að vítt hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hve þröngt það hlið og mjór sá vegur liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. Er verið að tala 2 hópa hér? Vissulega. Annar fer breiðaveginn, sem flestir fara. En þeir eru fáir sem fara mjóa veginn til sáljálpar. Hinir glatast. Margir segja að fagnaðarerindi sé bara að finna í Nýja testamentinu. Ekki aldeilis. Það eru hundruðir yfirlýsinga að finna í Gamla testamentinu. Dásamlegar yfirlýsingar, en mjög alvarlega líka, varðandi hjálpræði öllum til handa. Hérna segir í Jesaja 59, byrjunarversunum: Sjá, hönd Drottins eigi svo stutt að hann get ekki hjálpað og eyra hans ekki svo þykkt að hann heyri ekki. Og við vorum að tala bænastund og bænaákall áðan. Svo segir: Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og Guðs yðar, og syndir yðar sem byrt hafa augleit hans fyrir yður, svo hann heyrir ekki. Það eru 2 hópar. Guð heyrir annan hópinn. En kæri sér kollóttan, já, ég má nú ekki orða það þannig, hann vill að allir frelsist, jú, en hann getur ekki svarað bænum hinna vegna þess að þeir vilja ekki fara eftir vilja Guðs eins og hann opinberast í orði hans. Í Jóhannesar Guðspjalli 6. kafla frá 67. versi, þar er Jesús að tala við leiðtoga og aðra leiðtogagyðinga og hann tekur svo djarft til orða. Hann er að tala um hold og blóð og nema þeir etið hold mitt og drekkið blóð mitt og svo framvegis. Að það voru jafnvel sumir og margir, og það segir það, margir, upp úr þessu hurfu margir að lærisveinum hans frá og voru ekki framar með honum, með konungi alheimsins, vildi ekki ganga með honum lengur, af því þeir líkaði ekki ræðuna hans, eins og ef að þið kæmið aldrei framar hérna inn aftur af því að þið kunnið ekki við hvað Steinþór er að rifja upp hér í dag, þó það komið af innblásnum blöðum. Þá sagði Jesús við þá 12, þar að segja þegar þessi mörgu höfðu yfirgefið hann: Ætlið þér að fara líka? Þannig voru 12 eftir. Viljið þið ekki líka fara? Og þeim átti eftir að fækka einn að minnstakosti, Júdas. Svo þeir urðu þá bara 11 tíma. En Símon Pétur svaraði honum: Herra, til hvers ættu við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs. Hvað getum við gert, vinir? Annað en að taka mark á orði Guðs. Tökum það inn í líf okkar.
lærum að elska það, virða það og að hegða líferni og okkar lífstíl og öllu í daglegu lífi okkar og viðhorfum í samræmi við vilja Drottins. Frelsarinn ætti að vita hvað við þurfum að gera til þess að frelsast. Og við frelsumst aldrei vegna þess hvað við erum dugleg að vera kristin. Heldur vegna þess að kannast við syndir okkar, játa þær frammi fyrir Guði og gjörbreyta líferni okkar í samræmi við vilja Guðs. Þá getum við með sanni kallast postular Jesú Krists. Já, hvert getum við farið? Þú og þú einn, Jesús, hefur orð eilífs lífs og við tilengum okkur það, er það ekki? Það segir líka þarna í innblásnum orðum sem ég tel vera, Satan hrósaði sigri yfir því hversu honum hafði heppnast að blekkja mikinn fjölda fylgjenda Krists. Hann lét því kné fylgja kviði og blés þeim í brjóst að ofsækja þá sem héldu tryggðsinni við Guð. Þið hafið heyrt mig oft minna á ýmsar yfirlýsingar í Åpenbarunarbókinni. Síðustu bók Biblíunnar, það sem að finna síðustu aðvaranir Drottins í heilagri rigningum. Að þar í 13. kaflanum, það annað verkefni handtöku þegar komið heim. Åpenbarunarbókin 13. kafli. Þar segir frá einhverju trúalegu fyrirbæri sem getur talað og gefið fyrirskipanir og hann fyrirskipar öllum heiminum, jarðarbúum, að tilbiðja sig og líkneski dýrsins ellegar. Verða þeir teknir á lífi? Eitthvað sem á eftir að gerast og getur farið að gera svona hvað hverju, svona þróast í þá áttina vegna þess að atburðirnir eru að gera samkvæmt fréttum nútímans. Spádómar Åpenbarunarbókarinnar er að rætast fyrir augum okkar. Og ef að þið kinkið kolli og kannist við þetta, þá veit ég að þið hafið horft á sjónvarp og lesið blöðin og heyrið eitt og annað frá þjóðaleiðtogum, þjóða heimsins. Það er allir að tala hvernig ósköpunum með þetta enda. Jafnvel vísindamenn, margir hverjir hafa enga sérstaka tiltrú á orði Guðs, en þeir viðurkenna. Þetta getur ekki enda nema á einn veg, með ósköpum. Þeir sem vildu vera staðfastir í trúnni urðu að heyja harða baráttu til að standa stöðugir gegn blekkingum og syndum sem búna voru klerklegum skrúða og bornar inn í söfnuði. Biblían var ekki lengur talin grundvöllur kristinnar trúar. Kenningin frelsi trúarinnar var fordæmd sem guðlast og þeir sem henni héldu fram hataðir og ofsóttir. Elsku vinir, kannistu við þetta? Það gerist fyrir augum okkar í dag, hér á okkar eigin landi, að menn eru að afskrifa þetta og eitt og annað úr heilagri ritningu, af því þeir líkar ekki við þetta. Það passar ekki inn í lífstíl þeirra. Og þeir sem að vilja lifa frjálsar og gera hvað sem með allskyns sauruleika í líferni þeirra, þeir fá sína fram. Lögum landsins breytt og jafnvel andlegir leiðtogar segja það er ekki hægt að standa gegn lögum. Og hér kemur annað heimaverkefni. Bara munið þetta þegar komið heim. Daniel 7:25. Daniels bók í Gamla testamentinu, 7. kafli, 25. vers. Það mun koma fram vald á síðustu dögum sem fyrirskipar jarðarbúum að fara eftir ákveðnum lögum, sínum lögum. Hann mun breyta lögum og helgitíðum. Takið eftir því. Þegar þið leggja þetta allt saman og miklu meira sem að finna í allri Biblíunni, þá vitum við að við lifum á síðustu dögum
Og við þurfum að gera það upp við okkur í hvaða hópi ætlum við að vera. Þessi stóra hópi sem á efsta degi mun uppgötva. Þeir höfðu veðjað á rangan hest, eins og sagt er. Eða viljum við tilheyra litla hópnum sem Kristur mun kannast við.